Tilboðið besta og eina podcastið á Íslandi. Yes, sir. Þetta var Rage-bait. Það engin leið betri en að byrja að þátt heldur svona. Nei. Þannig að þetta þarf að vera svona. Kæru teiparsgestir. Velkomin í Rage-bait. Velkomin í Rage-bait. Og eins og allir sjá með sínum augum, augljóslega, að við erum ormar. Og hvað, þú veist hvað notið þessum beitu? Orma. Já. Og svo erum við reiðar. Þannig að við erum Rage-baits. Já, ég myndi ekki segja þetta að vera langsótt. Nei, þetta ekki langsótt. Þetta mjög obvi. Þetta mjög obvi. Þú sér það alveg. Já, þetta ekki, já. Þetta nákvæmlega það sem þetta En núna, Birta, núna veit ég hvernig að vera viðstödd bara fæðinguna þína. Það? Já. Þegar þú komst út með mig. Já. Svona varstu bara Já, svona erum við öll. Nei, við gerum svona Eitthvað svona? Já. Nei, ég meina sumir komum keisara, þannig að við vorum alls ekki öll svona. Nei, en við tvær allavega. Já, við komum í gegnum fæðingagöngin. Jöps, en við erum ekki hér til að tala um það. Nei, aldeilis ekki. Við erum enda komin til þess að Rage-baita bæði ykkur, okkur og alla. Já. Af því að það það sem við höfum verið kallaðar. Við höfum verið kallað það, að við séum Rage-baits. Já. Og það er margar Rage-baits í samfélaginu okkar í dag, finnst mér. Jú, það það sko, mjög margar. En líka, fólk ofta Rage-baita okkur, menn bestis ekki góður. Rage-bait. Liar. Já. Það ándis Rage-baits. Já, segðu mér aðra ísa sem að gefa ykkur tennur íferð. Hey, þetta besti ís í heimi. Og goodie bags og miða á live show. Já, akkurat. Gleymdu þessu ykkur annar ís að því. Nei, hann hætti það að Rage-baita okkur. Þetta eitthvað sem til dæmis Rage-baitar okkur. Já, þetta Þetta, þegar ykkur segir að besti sé ekki góður, við vitum úr að ljúga. Og bara segja þetta til þessu andstiglur. Já, og Rage-baita okkur. Og Rage-baita okkur. Já, fara yfir þetta. Já, byrja að fara yfir Rage-baits. Það ekki bara? Ok. Svo, eins og þið sjáið, þið sem að horfa, sem ég vona fá. Ég vona fá. Já, sammála. En samt kannski ekki, að því að make it worth it. Já, helst. Og það enginn að ryksa einn inni, þetta bara búningurinn að blása Þetta viftan í búningnum. Já, það mjög hátt. Vonandi heyrið ekki allt of mikið inni. Nei, við reyndum að stilla þetta vel. Já. En já, við ætlum að fara yfir smá Rage-baits. Já, ef að byrja á því þar sem við getum sagt við gaura. Það ekki? Eitthvað sem Rage-baitar gaura. Ég skal byrja. Ok. Þetta eitt sem talist Rage-bait. Vákvært með litlar hendur. Ángríns. Akkur svona litlir í sér litlar hendur. Já, líka litlar fætur. Já. En það líka því það tengist, þú veist, stór skós, það stór ormur. Já. Ormur, minni. Ormur. En líka bara að segja, skilu, ertu í mínum skóm? Já. Þetta mínir skór? Passar í mína? Já, hann bara svona, ég myndi aldrei passa í þína skó. Einmitt. Get those reactions. Já. Það það sem þetta skiptir máli. Líka, do you wish you were strong? Vildur óska þess að vera sterkur? Vildur óska þess að vera sterkur? Það ljótt. Hvað meinar þú? Ég get að lyfta þér, sko. Ég get að lyfta þér núna. Gera það? Já, reyndu. Ég ekki meina, já. Líka Við þurfum að lesa blaði því að við gátum ekki verið með researchin okkar. Við föttum sérst bara áðan að það væri ekki hendur á þessum búningum. Við erum literally floating heads right now. Það svo fyndið að sjá þau svo, sko, í alveg. Nei, það sömu leiði. En af hverju ég smá vöndi að sjá þau í ykkur svona ástandi? Nei, þetta náttúrulega kannski gefur okkur smá svona, við vorum smá náttúrulega bara hausinn út í súra gúrkur, sko. Já, en það var samt meira cute, sko. Það var meira cute, því það var aðeins meira gat, sko. Það var risa gat og það var ekki smokkur og ég með líður bara svo bollukynarnar mínar og rukkunar mínar það þær? Nei, ég bara með líður eins. Bara inn í smokki minn. Ok, eitt sem að geta sagt líka. Já. Til þess að Rage-baita manniðin. Já. Æ, krúttu mitt, ertu bara að spila tölvuspil? Já, tölvuspil Rage-bait, sko. Þú ert góð í að Rage-baita. Já. Originally var þetta ekki Rage-bait, en ég hef alveg búin að finna fyrir að þetta Já, þetta Fólk alveg brjálaði að segja þetta. Já. Þannig að, I love it. Svo líka mjög vinsælt á TikTok núna. Bara, if you were athletic, what sport would you play? Já. Þú veist, ef þú værir með íþróttamanneskja, hvað íþróttum værir í? Já. Það var allir hvað minnur more, hvað minnur
Ég held að allir hafa spurt kærastina þessu. Já, eftir að sé þetta á TikTok, já. Þetta er alveg fyndi, ég fekk fyndi reaction, sko. Já, ég líka. Já, mjög gott. Eitt sem að ég hef líka sagt, sem að, ég sagði þetta í útvarpinu við Aron og ég sagði eitthvað, þú ert ekki handlaginn. Já. Ég vissi ekki hvert hann ætlaði. Ég genuinely vissi ekki að þetta væri svona mikið reitspeit eins og þetta væri. Alveg, þú ert að snerta kallmennskuna og bara særa hann. Ég er að skera hann á háls. Já. Ég er að segja það. Hann sko var í alveg svo móðgæður og hann hætti ekki að ringi mig og tala um mig bara hvað meinar að vera að segja þetta. Bara í útvarpi. Já, ég var bara, ég held, þú veist, við varum fæn, sko. Já, og þú veist, ég hef líka óvart reitspeit að bensa þegar við vorum bara svona nýfluttinn. Já. Og þú veist, hann kunni ekki að hengja upp alveg svona dót og ég ekki bara ringi pappa og þá er hann bara og þá er það pappa minn, sko hann var bara, nei, I got this bora 1000 hólur og allt vitlaust ég bara, ég er bara að ringi pappa, sko það er verið einfaldra það er alltaf lægi að læra öðrum, strákar það er alltaf lægi að læra eldri kynslóðinni. Já, og ég meina, þú veist, stundum eru pappa bara bestir, sko pappa er alltaf bestir. Myndirðu vilja að þú væri hávaxnari? Það er ljótt. Væri til í að vera meira hávaxin? Já. Það er smá ljótt, sko. Já. Hversu hávaxin væri til í að vera? Já. Þetta er góð spurning líka, sko. Og líka eitt sem þú getur sagt. Já. Er þetta skyrtan mín? Já. Ertu í fötunum mínum? Ertu í skyrtinu minni? Já. Og hvernig kom, þannig bara, ég vil aldrei passa skyrtinu á þér, sko. Já. Já, ertu að halda hér, ég skil. Ég? Nei, ég er ekki að halda þarna. Það er bara borðið búið að gera þetta svona. Og svo líka, wow, you look like the before picture. Ég veit að það er svona before and after picture, sko. Já. Þetta væri mjög ljótt. Já, þetta var ljótt. En þetta er reitspeitt. Stundum þarf maður bara reitspeita. Já. Svona. Sko, líka eitt sem að svona gæti reitspeita er að konur eigi ekki að fara út með rusli. Það er bara, ég ekki vera, já, skilur við. Já, þetta er svo fyndið. Þetta er svona, sko, maður grípur í svona stundum, en á sama tíma er maður líka bara, ég vil jafnrétti og við getum öll gert það sama. En sumt er bara blátt. Blátt, já, bara blávinna. Já. Eins og fara með ruslið. En það er ekki eitthvað að ég vil ekki jafnrétti, það er bara, mér langar ekki að halda okkur skítu póka. Já, ég skal gera þvottinn, skilur við. Já, nákvæmlega. Sumt það bara skipta á milli. Já, og sumt er blátt, skilur við. Líka, konur ekki taka bensín. Nei. Konur ekki. Ég held að Gunni hafi aldrei tekið fyrir með bensín. Nei, bara... Jú, ef hann er á bílnum mínum með eitthvað þannig, en þú veist, ég hef oft þurft að taka bensín sjálf. Ég er alveg þannig upp að mamma mín tekur aldrei bensín. Og ég vil sama princess treatment. Ég segi, mér finnst það iconic. Mér finnst það að ég eigi ekki að taka bensín. Ég er sammálaður. Og ég hef tekið bensín allt mitt líf. Já. Og þegar fyrsti bíllinn minn hafa með gat og bensínstáknum. Það var rosalegt. Þannig að ég hef þurft að taka svona bensíngaur, skilur, svona ferðagaur. Já, svona, já, og fyllt á bílinn með trekt. Já. Ég á ekki að hafa upplifað það sem kona. Alls ekki. Það er bara eitthvað sem ég á aldrei að upplifa og bara dætur mínar munu aldrei upplifa. Nei, ég ána með það. Já, ekki. Ána að heyra þetta. Já. Þetta er alveg rétt hjá þér. Við höfum, þú veist, í samlur. Bara í alveg samlur. Þú veist, kannski ekki allra, en þú veist, ég hef líka skipt öllum dekkjunum af því ég tímdi ekki að fara að skipta vetradekk. Það var ákvörðunin mín. Einmitt. Þá var ég ákveð að ég ætla að taka þetta á mig. Já. Þetta er mitt starf. En ekki það að þú skilur þegar þú átt mann og eitthvað þá á hann bara að gera svona hluti, right? Já, þú veist, við erum bara að tala fyrir okkar. Þetta er það sem við viljum. Já. Kannski vill ykkur önnur gera þetta sjálf, gerðu það. Já, kannski vill maðurinn hjá henni að hún taki bensín. Já, skilur við, þú veist, þannig að auðvitað bara allar, við tölum þetta fyrir okkur og þetta er okkar skoðun. En í dag þurfum við ekki að pæla í dekkjunum, sko. Thank God að þið verum bara með gólegu og við þurfum ekki að snerta svona. Pældi, ég gerði þetta sjálf í svona 5 ár. Þú áttalega, ég er að klappa fyrir þér, þú bara sér það ekki. Takk. Já, klapp fyrir þér. Eða ég alveg, mér finnst það amazing. Já, þetta var alveg, ég var alveg með bara svona trekka eða hvað sem heitir, svona stóran. Já, vel gert. Og trekkti upp bara allan bíl minn, skipti sjálf, vetradekkin á, bara alveg sjálf. Pælið því. Það er ógeðslega vel gert. Það er alveg klappa bakið fyrir mig, sko. Já, það er það. Það er alveg flex. Það er það. Já, þú veist, setja út á hárlínuna hjá mönnum. Það er reitspeitt. Já, ég held að sé líka hjá konum.
Já, það ekki? Jú. Hárlína bara punktur, þú getur reitspýta alla með hárlínunni, sko. Já, það enda rétt, sko. Já. Eitthvað sem okkur finnst líka reitspýt er, og ég veit það er ekki allir sammála okkur, en þetta er bara okkar. En þannig að þú lítur út fyrir eiga Samsung. Já. Sorry, við erum bara Þú lítur út fyrir eiga Samsung. Já. Án gríns, þú sérð alveg hver á Samsung. Þú sér það? Já, með langar leiðir. Já, mjög fljótt sko. Og líka, þú lítur út fyrir að lesa með puttanum. Já, það er af hverju er það móðgun? Ég veit það ekki, það er svona, ég veit það ekki. Það er einhvern veginn bara svona, þú ert ekki nógu smúð, þú ert ekki nógu svona... Já, nonchalant. Nonchalant, já. Þú ert bara svona, ok. Ofvi eitthvað, já. Því ég lesa alveg með puttanum, en ég líti ekki út fyrir það. Nei, nákvæmlega. Þannig að... Nákvæmlega. Og það er stóri munurinn, sko. En það er hérna 2 kassar á borðinu, við verðum að segja ykkur frá þessu. Þetta er æðislega kassar. Þetta er æðislega kassar og sko við ætlum að opna þá í þættinum. En við erum ekki með hendur. Við erum ekki með hendur og við þurftum að vera búin að opna. En þetta eru hérna kassar frá Hagkaup, Sitco-kassin, einn handa þér og einn handa mér. En þetta er partur af stígðu inn í þægindarhringin herferðniðra, þar sem við erum með snirtivöru sem eru bara í okkar þægindarhring. Já. Og eitthvað sem við bara getum gripið í, þú veist, þess að bara eða góðan dag, skilur hvernig sem eru daginn. Já, og líka bara ef þið pæla hans í þá eiga snirtivörur og snirtivörur líka bara svitalétti, rakakrem, þú veist, bara overall. Þetta er svo stór partur af deginum hans. Þetta er það. Já. Þú veist, ég veit, ég trúi ekki núna því ég er svo ormur en það. En það er það, þú veist, það er svona, já. Nei, bara hjá okkur sérstaklega, skilur við allt svona, við elskum að degra við okkur og gera allt eitthvað meira næs. Já. Og þetta er bara geggjuð herferð hjá Hagkaup. Já, við erum hérna með panorama maskarna sem við báðar sammála að við bara Þetta er uppáhaldsmaskarinn minn. Já, ég sammálaður. En við erum með hann í brúnum og svörtum. Það er my fave. Já. Ég elska að stilla bara með brúnum maskara. Ég líka, ég sammálaður. Þegar ég svona aðeins líður þessi minna máli þegar ég með brúnum. Svo erum við með hérna, við erum með Fat Lip Oil. Yes sir. Frá NYX að sjálfsög. Við erum með The Brow Glue sem að þú talar að væri í þínum þægindarhring. Þetta er, ok, ekki horfa á augabrúnina mína right now. Nei. En undir þessum fallegu augabrúnum er ég með gorgeous augabrúnir og með því að nota þetta Brow Glue. Þetta er alvörinni það besta sem ég prófað. Já. Ég er ekki að djóka. Ég fekk að pröfa hjá þér. Ég er ótrúlega þakklát að Hagkaup hérna gaf mér. Út því að ég fekk að pröfa hjá þér og ég var impressed. Þetta er gott stöf. Ég var að segja bara systur mína sem gerir augabrúnina mínar. Ég var bara á daginn, ég hef ekki ennþá, því ég fer alltaf í brályft. Ég hef ekki ennþá fundið neitt bara brow gel sem að heldu þeim uppi. Nei, þetta heitir The Brow Glue Crazy Lift og með mjög skemmtilegum svona ásetningabista. Já, hann öðru í sig. It works. Já, þetta er mjög skemmtilegt. En við erum líka með vörur sem við höfum ekki pröfað áður, sem við erum spenntar að pröfa. Já, It Cosmetics. Já, við erum með It Cosmetics, hérna, Peptide Vitamin B5. Svo erum við með Blushy, sem er lip balm frá NYX. Mjög spennt. Við erum alltaf með Kiehl's Eye Treatment. Við erum báð að pröfa það. Það er æðislegt augkrem. Mjög gott augkrem. Þetta er svona avokado augkrem, þetta er bara uppáhalds augkremum mitt. Já, þetta er mjög gott augkrem. Svo erum við með Buttermelt Highlightera frá NYX og Buttermelt Bronzer. Við getum ekki annað sagt en þakka þér fyrir Hagkaup. Við erum alveg í þægindarammanum okkar right now, sko. Þeir eru alltaf búin að gera þetta meira næs fyrir okkur. Ég sammálaður. Bara að eiga vöru sem við elskum og dyrkum og getum grepið í. Af því okkur líður svo óþægilega núna. Já, nei, alveg nei. Ég var alveg til að setja bara á mig smá meiri maskara og fara úr þessu búning, sko. Já, sem. Það myndi vilja betur og við erum mínum þægindaramma. En það er ekki svoleiðis í dag. Nei. Hérna, byrju. Já, að þú varst að tala þú lítur út eins og lesið með puttunum. Þú lítur út eins og kunnur ekki að synda. Akkur það er líka móðgun, sko. Af því það er svona, þú veist, á Íslandi sérstaklega, það er bara kennt okkur að synda bara frá ungum aldri. Já. Það var alveg embarrassing. Það er ekki svona smá sænum og sett svona smá heimskur? Jú, kannski. Ég hugsa það þannig. Já. Ef þú bara fórst í skólasund og bara... Lærðir það ekki? Já. Það var alveg... Undir svona venjulegum kríkstöðum? Já. Það var alveg a flag. Já, mér myndi finnst það. Já. Svo það náttúrulega gamla góða. Hvað ertu bara að horfa á fótboltaspil? Já. Fótboltaspil er reitspil. Það var það ekki? Nei, það var það bara leið og sagði það. Já, það bara trilltust allir. Já. Bara chill. En það var ekki beit. Nei, þú varst ekki að reyna. Nei. En núna greinlega
Ef fólk að nota þetta í rage bait, I love that. I love that. Og líka halda viðsjum að gera það. Já. Þegar það bara genuinely ekki staðan, en leið og við fengum ákveðin reactions, þá held maður þessu áfram. Já, það er aldrei þetta búið að vera í mínu vocabulary í svona 100 ár. Það er alveg rétt, sko. En ertu með eitthvað sem að gaurar segja við gellur? Gaurar segja við gellur? Já, ég meitt. Já. Það er hann að, með meiri skegg en ég. Ok, þá segir ég bara tilbaka, já, ég alla I can grow one. Já, nákvæmlega. En það sem vekur upp tilfinningar. Já. Þetta reit saman. En fyrir bara tilbaka. Já. At least I can grow one. Já, nákvæmlega. Svara bara fyrir okkur. Right now. Líka ljótt að gaurar segja við gellur. Hvað, maður er kannski bara eitthvað svona, að þú veist, segja eitthvað skilur, bara eitthvað, hvað ertu á túr? Þegju. Kemur bara ekki því við. Nei. Það var vikan fyrir. Já, nákvæmlega. Alltaf. Lærðu á hringina. Kæri vinur. Ertu uneducated? Ángríns. Menstrual cycle. Ángríns. You little bitch. Já, þú ert komin í konur, eða ekki? Já. Hvað pröfum áfram í þessu? Reitspita mig líka. Hvað reitspita þig, já? Þú hugsa það? Já, ég reyna að hugsa það. Já. Sko, reitspita mig... mjög mikið, sko, ok þegar ég til dæmis bara búin að reyna þú veist, ég er alveg kannski búin að eyða klukkutíma eitthvað að ganga frá og ég er kannski bara búin að ná að ganga frá þannig ég er ekki komin lengra kannski 2 tímum eitthvað og það gefur hvað ertu ekkert búin að gera? Það er rage bait. Ég er með það til þú veist það sem ég myndi segja við Bensa. Það? Það er eitthvað sem Gunni myndi segja við mig. Hvað gerður ekkert? Já. Við varum taka til og fórst bara einbyttaði bara einhverjum einum hlut allan tíma menn ég er búin að gera alla íbúðina. Svona, really? Já. Bara skipulega eina skúffu menn ég gera heila íbúð. Einmitt. Rude. Já, en það maður reitspeitast alveg þegar fólk segir eitthvað hvað ert ekki búin að þessu. Já. Úff. Ángríns. Það reitspeita mig, sko. Já. Líka bara, það er algjört reitspeit að segja að kók sé ekki gott. Eða segja að... Coca-Cola. Já, Coca-Cola sé ekki gott. Ef ég komið til að segja, já, Pepsi er betra. Í alveg, það reitspeita mig. Já. Ég er bara verið að vera hreinskilin. Já, þú ert bara að reyna að fá reaction. Já. Þú ert bara að ljúga. Já. Þú var legast. Þú var eins og bestis. Já, nákvæmlega, þetta er bara legar. Já. Bara, það reytir ykkur sem er góður. Ekki þú reyna að reitspeta mig, sko. Nei, nákvæmlega. Það er ekkert betra en eitt Coke Zero Zero, sko. Ískalda kvöldi til. Sérstaklega núna. Svo það er líka reitspeit sem við vorum að tala um Maggaðinn og voru eitthvað svona, ég var að gera eitthvað skemmtilegt í desember, ég var að kaupa jóladagatal fyrir Blöss. Fældi ég að Maggaðinn væri bara, nei. Bara, af hverju ekki? Hvað langar ekki að hafa 24 daga skemmtilegheitum með mér? Eða... Það er alveg red flag. Já, það er það. Já. Þannig að það myndir ekki út kaupa það. Ef ég komið til að segja bara, nei, mér langar ekki það er meira red flag heldur reitspeit. Það er meira bara svona, heyrðu, ef við kannski fara að skila þessu Magga. Já, fáum okkur nýjan. Já. Thank you, next. Thank you, next. Takk fyrir. Líka eitt sem maður getur sagt við Gaura, sko, er bara svona kallað á prinsessu. Já, ok, prinsessa. Ok, prinsessa mín. Ok, prímadonna. Þetta er lilla prinsessa. Já, Ok, princess. Já. Whatever you say, princess. Líka reitspeit sem að mér finnst reitspeit á mig er bara svona þegar ég á að keyra. Já, ef við erum 2 saman. Já. Já, nei, ég sast ekki við, þú veist, bara hvað það meinar. Nei, I am a princess. Já. Ætla þú voru passenger princess. Já. Og líka, þú veist, í þau skipti sem maður lendi því að vera að keyra og þeir eru við hliðina á manni, ekki verið í símanum. Þú verður þá bara að tala við mig konstant. Já, líka reitspeit þegar þeir eru passenger princesses en skipta sér að hvernig ég er að keyra. Já, þá máttu ekki tala, sko. Nei. Þú getur verið undir stýri, ég er hér óumbeðin. Já, nákvæmlega. Ég er bara búin að vera bílprófi, ég veit ekki hvað mörg ár, hvað er þú að skipta þér að því? Einmitt. Bara alvörunni. Beðið núna. Já, fór ég hér. Hægðu þér. Sást ekki bílinn. Já. Þegiðu. Ángríns, let me live. Take the wheel eða fucking shut the fuck up. Það er svo leið. Sorry. Já, svo þetta reit saman. Fuck að þetta pyrraði mig. Þetta pyrraði mann ógeðslega mikið.
bara svona, og þú sér svona manneskjan, þú veist, ef það ekki sér svona manneskjan að skipta sig að þau svona beigja svona með líkamannum og þú ert bara hér, ég bara, af hverju ert þú bara ekki að keyra? Já. Ég til ég að sitja og gera ekki neitt, sko. Já. Bara 100%. That's my right. Já. That's a princess. Já, that's a fucking princess. Já. Satt. Líka, talaðu bíla, þegar fólk segir eitthvað svona, það lítur út fyrir að kunninga beinskiptan. Það svona, then you're calling me young and stupid. Já. Þú náttúrulega. Auðbrúnum mínu þetta. Sko, þú lítur út eins og mörgjarsin í Madagaskar. Ok, I love it. Sem með crazy eyebrows. Af því að hárið þitt, venjulega, að rafmagnast við geðveikt. Það bara geðveikt lúk. Yes, ég elska þetta. Það var the look I was going for. Já, ekki? Jú. Já, þú rocked it. Já. That's like. En sko, eitt sem við gerðum áður við tókum upp þáttinn að við smökkuðum Happy Hydrate. Oh my god, nýja jóla. Það svo gott. Geðveikt. Nei, wow. Ég var alveg stunned to speak. Ég líka, sko. Já. Þetta klárlega my new fame og það hræðir mig að þetta sé limited edition. Nei, í alvörunni, að þegar ég sá að stóð jóla á þessu, þetta heitir náttúrulega, þú veist, Santa, skilur. Og ég sá snjóinn, ég bara, nei, þetta þarf að halda áfram. Ég sá Instagram-nöðstur að stóð limited edition. Hættu nú, sko. Það ekki búið, sko. Nei. Þetta bragð þarf að vera allan á þessu syng og það þarf bara að heita þá eitthvað annað. Já. Bara, eða ekki, mér er sama, ég get drukkið jóla í apríl, sko. Já, það er jóla allata. Er það ekki lag? Jú. Það er það. Og mér leiði smá stundir sem ég var deflating, er það? Já, þú varst alveg smá. Já. Það var kannski söngrötu mín. Svona allt í henni byrja hann að lina staðist til. Æ. En líka eitt sem má geta sagt við kallmenn til að reitspötan. Já. Oh my god, hvað ylvatn ertu með? Já. I need it. Hvað ylvatn? Akkur pyrrast þér svona mikið ef maður segir ylva? Ég veit það ekki. Þú ertu rockspýru. Ég bara same shit. Ok, afsakið. It's the same shit. Já. Different name. En svo hugsa mér ef ég myndi segja við þig bara, vá, hvað rakspýru ertu með? Já. Ég væri bara, ég myndi ekki móðgast. Ég elskar alveg rakspýra. Já. En ef þú væri bara með eitthvað mjög girly lykt, þú veist, eitthvað svona mjög svona ég myndi ekki móðgast. Ég myndi alveg fíla það. Já. Ég á alveg rakspýra sjálf, sko. Já, hvað? YSL hana. Já. Sem að fá Austin Butler. Hann geggjaður, hann alveg smá unisex. Já. Það alveg fullt af margir unisex. Mjög margir eru þannig. Það mútti alveg kalla það rakspýra ilmað fyrir mér, það ekki bara að tryggara mig, sko. You will survive through that. Líka, þú veist, hérna, ef að gaurar, þú veist, eitthvað kalla mann, þú veist, maður kannski tala við og þú bara svona, hei, gaur, hætt þessu. Jó. Já, gaur kallaði gaur. Já, eða bro. Líka jó. Já. Bro, jó. Þú veist, keep that bara in your bros. In your locker room, sko. Já. I'm not your bro. Nei. I'm not your bro. Not at all, sko. Tala bara við mig. Það er lamáta. Já. Þú veist, sérstaklega ef þetta er eitthvað sem úr því sambandi með. Herðu, fyrir ekki. Bro. Já. Ég er ekki your bro. Nei, never will be. Það er alveg pirrandi, sko. Já. Eitt sem ég get gert sem reitbeitra Gunna og every time verður hann pirraður. Við erum kannski sittast niður, við erum að horfa á okkar, við erum kannski með, þú veist, ballerína, pipar, köku, keksi fyrir framan okkur, allt ógeðslega kósi, kveikja okkur mynd og leið og hann sest niður sig, hann er full af vassbrúsamenn. Já. Rage bait. Hann er bara hvað sem byrði mig þegar ég var standandi ákveður að gera akkurat því ég sest niður ég var standandi á hann fyrir mínútu síðan og nú er ég sestur og kannski ekki byrði þetta fyrir mínútu síðan ég vissi ekki þá að mér vantaði vatn þetta er alveg svona universal dæmi right? Já. En ég vissi ekki fyrir mínútu síðan ég vissi það bara því ég vissi það já. Fattar mig? Já. Ég er bara alltaf með svo stóra vassbrúsa að vanta mjög sjaldan vatn. Já, en þú veist, þetta er bara dæmi eða bara getur rétt með eitthvað að drekka eða náðu Coke Zero eða whatever. Þetta er bara svona, maður fatt, ég er ekkert eitthvað og hann er sestur, nú spyr ég, herðu þetta er bara svona gerist þetta stundum. Það er best að spyrja þegar þeir eru sestir. Já, það er líka svona how much do you really love me? Skilur? Það er alltaf að testa það, sko. Já, ég sá gott TikTok sem var svona þú vilt segja hversu mikið maginn elska þig Við að vera svona Halloween-dúo. Já. Og vera bara eitthvað, eitthvað fáralegt. Já, bara eitthvað pannan við Rapunzel-búningin. Já. Eitthvað, skilur. Og ég til ég, he loves you. Já. Það er alveg test. Já, það er það. Bara svona, þú sér hvað við elskum hver aðra mikið. Já. Alltaf til í þetta. Einmitt, ég elsku hver aðra. Já. Hefur pælt í því? Já, bara er að því, akkurat núna. Þú veist,
bara ef þú bara við erum ormar, ég bara, já, ekki mál. Já. Þú veist, ég bara gera það að ég elska þig. Og eat skirt. Já, það er náttúrulega alfarið þú. Já. Þannig ég elska þig rosalega mikið. Já, ég sé það. Já. Ég alveg kann að meta þig. Takk fyrir. Það allavega, já, það bara my contribution to you. Já. Þegar maður þinn lengi að gera sig til og græða sig. Já. Og getur öskra bara eitthvað. Ertu ekki verið búin að punta þig, dúlla mín? Punta þig alveg triggering orð. Já. Ertu að punta þig meira? Já. Ég er búin að punta þig. Ertu að stelast í make-upinu mitt? Já. Og mást alveg fá? Já. Mást alveg? Það alveg reitspeita mig líka ógeðslega mikið. Þegar við erum að fara eitthvað vikunni og við erum, þú veist, kannski bara að fara eitthvað, hitta vin okkar eða whatever, skilur. Og við eigum að mæta eitthvað klukkan 7 eða 8 eða eitthvað þannig. Og ég kannski bara að græja mig og fullu eitthvað og hann er bara ekki eins og byrjaður. Og svo kemur hann til mín, ertu ekki að vera tilbúin? Ég er gaur, þú ert ekki eins og byrjaður. Nei. Hann tekur mér bara 5 minútur. Já, hann verður þá bara tilbúin og spurði mig svo. Chillaði bara tilbúin? Já. Að svo er ég tilbúin, komin í skó. Já, og þá er það allt eftir. Ég ætla að hoppa í aðra skyrtu og raka mig. Ná, þá er Gunnar bara leiðin í sturtu. Já. Og ég, það er ekki mér að kenna vorum sein ef þú byrjaðir á síðustu stundu. Það geta verið tilbúin, sko. Og hvað er að því að chilla tilbúin? Ég skil það ekki. Það er bara miklu betra. Áráttuna fyrir því. Ég líður aldrei betur en þegar ég næ að chilla tilbúin. Sammálaður. Það er svo bara rewarding. Bara smá space. Já. Ég er svo sammála. Ég er líka með eitt triggeri sem triggerar mig. Og þetta, þú veist, þetta á við svona, ok, ég ætla að reyna að koma svo frá mér svona rétt, en þetta á við bara svona minniháttar hluti. Bara svona eins og ég bara svona, ég veit ekki hvað dæmi ég á að taka. Myndi segja bara já, ok, ég veit ekki hvort ég segja rétt að ránt núna, en ég myndi segja bara já, bara postnúmerið á Borgarnesi 300. Ég veit ekki hvort ég segja 300, ég bara segja eitthvað. Og eitthvað bara, nei. Ef þessi tótt kemur, þá er ég bara, okkur sagði ekki, nei, ég held að segja 310. Okkur kannski ekki setja þannig. Svona að vera hæðast í þá, já. Og þegar þetta er sko, ég skil. Eitthvað sem er ekki kannski common knowledge. Já, nei, eða bara er common knowledge, ég bara svona genuinely bara rugglaðist, skilur. Eða bara svona, þú veist, eitthvað sem er ótrúlega mikið minni áttur, þegar það er ekki að fyndi að, þú veist, ofti fyndi að misspála sig, ofti fyndi að vita ekki eitthvað. En þegar þetta er svona, já, ok, ég bara vissi ekki, eða, þú veist, jú, þegar þetta er ekki common knowledge, meina ég. Já. Bara svona, þú veist, akkur ættir að vita hvað Borgarnesa postnúmerið, skilur eða þú býrð ekki að. Já, þetta er svona, ok, ég held bara, ég kannski rugglaðist eitthvað smá. Já. Eitthvað þannig, þú veist. Það er líka sumir mega hlæja þér en sumir ekki. Já, ég sammála. Það fer alltaf eftir hver þetta er. Það er munur það að vera að hlæja af manni og með manni, skilur við. Já. Það er sumir geta hlæjið bara af þér, en þú veist bara hvernig að það fer ekki, já. Já, það er bara fyndið. Já. En það er ekki verið að hæðast þig. Nei, nákvæmlega. Eitt líka sem ég sé svona þessum gauðra geta gert sem reitspeita alveg gett mikið er að þeir eru eitthvað svona já, ég fíla bara natural beauty og svo er það kannski bara hrifnir eða eitthvað stelpu bara followa endalst og eitthvað svona berries BBLs og eitthvað BBLs og bara, þú veist, augljóslega með fillers og eitthvað svona þannig og maður svona ok whatever samt að setja út á hina sem eru ekki innan gæsalappa natural beauty það er aðstæðlegt. Já, það er bitches. Já, algjörlega. Það er líka reitspeit að nota ekki natrakir. Ég setja það. Á, gríns. Það er bara eitthvað að nota eitthvað sem er plast og eitthvað. Já. Ógeðslega aðstæðlegt. Já, það er alveg. Já. Notaði bara hreina vörur. Já. Það er langt best fyrir þig. Einmitt. Það er ekki flókið. Þetta er ómikil áhætta. Þetta er það. Já, hafa ekki heyrt þess að túrtapa horrorsögur eða? Jú. Það sitja alveg í mér, sko. Já. Að hræða. Sammála. Fólk hefur týnt þeim og ég veit ekki hvað og hvað. Já, og bara fengið blóðeitrun og eitthvað sér. Já, nákvæmlega. Það muna skipta reglulega og muna nota natrakir. Sammála. Those are wise words. Það er ekki. Já, en það er einn, þú veist, eins og fyrir við svona manneskir sem er góður í að reitspita. Bonnie Blue. Já. Við höfum alveg tekið hana smá fyrir í einum áskriftaþætti. Hún er náttúrulega 90% af því sem hún er að gera er til þess að reitspita aðra konur. Já. 100%. Hún er bara að segja alls konar hluti til að reitspyrja að þær sé ekki að sofa hjá mennunum sínum þess vegna er hún að sofa hjá þeim og eitthvað hannig. Bara konur er ekki að sofa hjá mennunum sínum, ég gera það bara fyrir þær. Ok. Bara hjálp. Já. Og líka, þú veist, hvað var hann að segja með að hún var ólétt og alltaf, þú veist,
gera eitthvað live með því eitthvað orgiðdæmi og það var bara eitthvað rugl. Það var bara rugl, það var reitsbeitt. Bara þessi reitsbeita. Já. Og gellan sem sagðist það að sofi hjá Tommy Fury. Já, sem var bara búið til. Já, vá, ég var að gleyma henni. Já, bara reitsbeita, fór bara í 100 podcast við til að tala um þetta. Já, bara til þess að... lega síki, já. Það er annað þegar einhvern veginn svona reitsbeitt snertir eitthvað líf annar, finnst mér. Já, eins og við erum búin að segja... Það er bara meira dýp, sko. Já, 100%. Eins og við erum að segja bara, með lilla hendur, þú veist, það er ekki að sama og bara vera eitthvað svona, já, einmitt, eins og hún var að gera. Bara að ljúga og setja svo hjá einhverjum sem á bara konuböld. En hún klála, hún reitsbeitar mjög mikið, hún Bonnie Blue, sko. Og aðalega okkur kvenmenn. Já. Þú veist, hún er að gera þetta, þú veist, til okkar. Já, klálega. Kallan er bara að falla fyrir þessu. Já, og þú veist, en þú finnir, þú veist, maður dettur líka grifina að verða reiður út í hana. Já. Hvað það segja? Bara hvort að láta gæja hugsa um þetta. Já, hvort hún tala ekki eitthvað bara, já, konur er svona eftir fæðingu þess að vilja kalla freka mig. Maður svona, Shut your mouth. Já, ok, þeir vilja einmitt. En ég meina, viðbjörnslegt. Svo er það Kim K. Kim K. Hún er þekkt fyrir reitsbyrja. Já. Hún er góð í. Mjög. Hún hefur náða að gera, já, nokkuð fólk mad. Já. Þú veist, hún líka svona sjokkerar fólk bara. Reits sjokkerar fólk. Eins og nærbuksunar með pubic hairs. Já. Þú veist, af því hún er bara, akkur má ekki gera það, skilur við? Já. Þú veist, akkur má það ekki? Nei, og af hverju verður fólk reitt yfir þessu? Ég veit. Hvað er það? Ég veit það ekki. Nei. En líka fólk á mjög pirra yfir hérna Paper Magazine, Break the Internet. Já, myndinni, með rassin og glasar. Já. Af hverju? Þú veist, ég veit ekki að þú má líka, þú veist, svo var hún kviknakin, þú veist, í sömu myndatöku. Já, en við erum búin að vera með nakið fólk í blöðum í mörg 100 ára, sko. Ég veit ekki, ég skil ekki okkur þetta var svona, ég persónulega skil ekki okkur þetta var svona stórt moment. Nei, mitt. Ekki heldur. Nei, en þú veist... En maður pælir því í dag, kannski við erum bara orðin svo vanar í dag að sjá okkur svona. Einmitt, bara sem vorum að tala um í síðasta þætti, bara við vorum vanar, þú veist, niplubrjóstöðunum, skilju. Við erum orðin að vanar núna, við vorum bara, what the hell, þegar Skims kom fyrst með það. Hann er alveg iconic. Hann er iconic, já. Þannig að maður er svona, já, einmitt, kannski erum við líka bara að venjast og breytast yfir í, alls konar hluti, sko. Já. Þetta er bara svona norm í dag að sjá bara... Sjá svo celebrities bara kviknækin. Já, sem er bara í raun og verið fallegt, sko. It's birthday suit. Án gríns. 100%. En er eitthvað sem að þú manst eftir sem að myndi reitsbeita mig? Það er að segja að Kim sé overrated. Já, overrated. Ég held að sé frekar hún er fræg fyrir ekkert. Já. Það er það. Já. Þá get ég alveg go off, sko. Mér líður svo að ég sé að fara inn í hann, meira og meira. Þú ert einhvern veginn svo að fara lengra inn í orminn, sko. Ég er bara, já, I'm going back. Já. Ef ég myndi segja eitthvað svona, oh my god, Marvel, eitthvað er umulegt, þá verður ég reitsbeita þig. Já, minnst samt ekki ári á mig í dag, sko. Nei. Ég veit að bara þín upplifun. Já. Skilur. Hvað myndi reitsbeita þig? Ég veit það ekki. Nei. Ef þú segir hundar... Og kettir er betur en hundar. Já. Það myndi kannski reitsbeita þig. Já, það er svona, what the hell, það er líka bara svona, myndi ég hugsa bara svona, ok, þú þarft hjálp. Já, og bara, þú ert þessi. Ég kannski ekki hjálpa þér að fá hjálp. Já. Að því að greinilega þarft það. Já. Það myndi reitsbeita. Eitthvað svona varandi hundar, sko. Það er alveg hellings að reitsbeita mig, sko. Ég er svona, næ, ekki nekla niður hvað það er. Ég er oft mjög reið yfir ykkur svona skrýtnu. Já, maður pirrast alveg, sko, 100%. En ef þú ert alveg mjög góður kokkur og ert ofta að elda, ef eitthvað verður eitthvað svona, myndi eitthvað móðga, eitthvað verður svona, má ég fá salt? Sko, nei. En ef ég verður, má ég fá tómasósu? Þá er ég bara okkur badaleg, nei, þú færði ekki tómasósu, skilur. Já, hún ekki til. Bara farði þið frekar heim til þín. Já. Þannig að það er augljóslega reitsbeit. Já, það er bara að fara heim. Já. Ekki bara að tóma og svo sem að þetta er bara döðlega. Já. Nei, en ef þú færði salt, einu sinni hefur eitthvað spurt mig um það, ég er móðgæðist alveg, sko. Það? Já. Ok. En þá var ég bara svona, ég skildi ekki að það eru sumir sem bara þurfa salt. Já. Svo kynnist ég vinkonu minni sem er bara saltsjúk. Já. Og það er svona, ok, þetta er bara fík. Já. Ok, þú mátt fá salt. Oh my god, þú varst bara við vandamálstriða. En núna er ég meiri svona saltar en ég var, sko. Já. Vanlega fannst mér bara svona, Ég er þetta sammálaður.
Að vera meira saltari? Já, kannski er bara aldrei neða eitthvað. Kannski. Nei, en ég bara kunni, ég fannst alltaf bara svo óþarfi. Já. Að fá sér ómikið að einhverju, að setja ómikið að einhverju salti. Þú veist, það var alveg smá svona, það var allt svona leipilega sem óholt í gamla daga, skilur. Já, akkurat. En núna, þú veist, bara, þú mátt fá svo mikið salt og vilt. Ég set alveg, þú veist, þegar ég fór í flugfröðuna líka, þá þurfti ég bara að salta alla matinn sem við fengum. Já, það var kannski smá bragðlaus, já. En þess að spyrja þegar, þú veist, ef þú væri búin að elda eitthvað, já, núna, ef þú myndi, þú veist, ef ég myndi ekki leggja það á borðið, og, þú veist, og ég veit að hann bragðast vel, skilur, þá er svona, ok, weird, já, en auðvitað. Einmitt. En ef þú myndi salta bara ekki mikið, þá myndi ég henda hún út, sko. Já. Ef þú myndir bara helli og salti. Já, áttu kannski líka smá pipar og áttu kannski... Og smá chili flakes. Já, Settir ekki hvítlauk í þetta? Já. Já, það myndir reitspita mig. Já. Ég reyna að finna hvað myndir reitspita þig og reynd þú að finna hvað myndir reitspita mig. Það væri skemmtilegt. En já, klálega, hundar og maturinn. En það er eitthvað múl bæðið mjög góði, sko. Góði hundum. Já, þú bönn. Já. Mömmu tengt, skilur. Já, það er mjög mikið reitspitt. Já. Það er, ég tengi alveg mikið við það. Það var líka, Bara akkur þetta að nota svona bleiur, skilur. Já, bara eitthvað svona, Akkur þetta skipta þér að því. Já, nokkla. Og þegar fólk er að mámsum eitthvað, það er reitspitt. Eða bara, já, líka bara svona, þú klættir hana bara svona. Þú veist, nei, hún er bara auðvitað 4 ára og valdi fötin sín sjálf og hvað með það? Setti einhvern Emblu í stóri eitthvað og vorum í, litlu bara í Hagkaup að Vestlá. Ég setti hann eitthvað í stóri eitthvað, Embla að kaupa Besties eitthvað og það var litlu í stóri, hún stóð fyrir framan bara fristirinn og var að ná sér Besties, bara number 1 fan eitthvað, skrifaði ég og bara, og meiri þess að hún í sitt hver náttfötunum út í búð. Það voru hann í, þú veist, jólabuxum, Ariel ból og það var bara hásumar. Og ég tók aldrei eftir þessu. Nei, en já, ok, en held að ég hef ekki reynt að fá hún í önnu föt. Stundum fyrir hún bara klædd sem fucking, sko, bara Fiona eða bara, þú veist, Fríða eða eitthvað úr prinsessubúningu sínum. Hún er bara grown woman sem er með sin eigin stíl. Já, hún vil bara, ef hún vil fara sem Maleficent út í Hagkaup, þá bara er hún sem Maleficent út í Hagkaup. Akkur eru að dæma hvernig fólk klæði sig? Einmitt. Það er reitspitt. Já. Handalega pyrra með fólk allar í þessu. Já. Það er líka þú er komin til eitthvað bara í partí. Það bara svona, ætlar að fara þessu. Já. Ertu ekki með neitt annað? Ég er ekki með neitt annað, já. Bara auglýslega ekki, ég er komin inga. Ég er búin að rústa heimilinu heima en að finna eitthvað að vera í og þú segja þetta. Já. Let me be. Let me live. Já. En ég get reitspita líka Gunna og alls konar við, sko. Ég passaði auðbrúna þína. Ó nei, ég bara með klæja allt í henni. Er hún ennþá? Já. Með klæja þessu í framann. En já, ég reitspita, þú veist, það sem ég get gert þess að reitspita Gunna er að ef ég gengi ekki frá make-upinu mínu. Já, sem. Gerir það viljandi, eða? Nei, þú veist, ég gera það ekki viljandi, en samt stundum er ég bara svona, þú veist. Þú veist þetta fyrir töðuna. Já, en ég þarf bara að drífa mig, já. Og hann maður þarf aldrei það mikið að drífa sig. Jú. Ertu að djóka? Stundum. Það tekur ándjós jafnlanga tíma að ganga frá make-upinu ef maður er búin að rústa öllu. Já. Og með málsins, sko. Já, ég alveg samlaði, sko. Þannig að það reitspeitar hann, ég veit það. Og ef ég segi Gunni, þetta er sérstaklega ef þú veist, farin upp rúm frá hann að sofa og ég kannski svona reyna að segja honum eitthvað svona, þú veist, ég kannski kvistla þegar Elisabeth er í, þú veist, með eitthvað í svefnherbergi og ég eitthvað, Gunni og þá eitthvað, segðu bara sem ætlar að segja, ekki bíða eftir já. Af hverju? Ég veit ekki hvort þessi svoandi eða vekandi. En af hverju segir hann ekki bara já? Já, ég skil ekki hvort þetta pirrar svo mikið. What? Og líka ef ég skelli á. Já. Það er reitspitt. Já, það er bannað að skella á. Já, ef ég gleymir svo bæ. Stundum bara þarf ég að skella á. Já, bara stundum er bara, ok, flott, og svo skelli ég á. En það er ég er ekki að vera leiðileg. Nei, þetta er bara Amerikanin í þér. Já, right. Þetta er bara literally, ég er bara svona, ok, ég þarf að gera eitthvað annað. Þannig já, það getur reitspitaðan mikið. Hvað gerir þú? Til þess að reitspita bensaðinn. Oh my god. Ég með eitthvað að skrifa niður. Já, ég segi bara eitthvað, þú veist, kalla bensa geta oft, skilur, bensi já. Og hann segi já, hvað skipti? Já, þú heldur áfram. Nei, og svo hætti ég bara. Já. Og þá kemur hann bara, hvað?
Þú veist, ef hann inn í herbyggi. Já. Og ég bara, Bensi, já, Bensi, já, Bensi, já. Og þú ekkert. Og þá kemur bara, hvað? Já. Mamma mín gerði alltaf mig. Bara að því bara? Já, ég ekki að gera þetta smá, ég eiginlega ekki að gera þetta viljandi, skilu. Ég bara býr eftir að hann komi. Já, þú ert að fá hann til þín. Já, ég skil það. Hann heldur ég sé bara að reyna að segja eitthvað á meðan hann hinum í húsinu, skilu. Já, ég hata að tala við fólk milli herbergja. Mér líka, þegar ég kallaði þá átt að koma. Já, ég sammála. You're a fucking dog. Já. Sit. Ég sammála því. Ég kalla alveg ofta og hann hvað? Ég var, nei, þú verður að koma. Já, og líka það reitspilta mig alveg þegar ég marga, hvað sjáðu, og svo kemur enginn, eða þú veist. Já. Það var bara, og svo kemur kortar sérna, bara, nei, glemdi því. Mistur það þessu. Ég sammálaður. Þannig að reitspeit alls konar. Já. Það, þú veist. Table-bestis voru líka með nokkur. Ok. Að segja við Gaura, ég get ekki gert það, ég svo lítil. Það alveg reitspeit. Já, en líka pick me. Það alveg. Já. En strákar líka pyrra sig á því. Já. Það er að pick me þegar þetta eru gellur. En gella sér þetta gelli. Og reitspeit þetta Gaura þegar þau er bara svona, já, ok, já. Þeir eru svona, þú getur þetta alveg. Já, getur þetta alveg. Hérna er eitt var table-bestis líka. Að horfa á hárlínuna og vinni mínum að hlæja. Hann verður brjálæður. Já, ég skil það. Já, ef eitthvað myndi pyrra mig, þá myndi ég gera, já, defo. Já. Að segja að þú lítur út fyrir að nota 3-in-1 sápu. Já, það er bara svona... Það er fólk sem gerir það. Þetta er bara svona, þú hugsar ekki um þig. Nei, þú bara setur sama á raskataðir og í andlitaðir. Já. Your fucking ass face. Your ass face? Að segja, ha, endalaust. Ha! Já, úi, hvað það er pirrandi. Hefur ekki gert það samt að fyrir eitthvað þegar þú lítil. Ha! Svo bara neyja bokki. Já. Eða herma eftir. Úff. Það er mjög barnalegt. Mjög barnalegt. Bensi gerir þetta mjög oft fyrir mig. Wow. Ég fær bara flashback. Segir við kallkynsvinni mína að það sé að mansplaina. Það var það bara brjálæðir. Það er enda mjög gott. Já. Það er gott samt að þið verði brjálæðir. Af því það er ekki allir kallmenn sem við kannski fatta hvað það er. Já, satt. Það frekar að sé aware of it, sko. Já, ánum með það. Já, ætlar að mansplaina þetta fyrir mér. Já. Ok. Já, því ég kann ekki kveikja hellubarði. Takk. Já, what? Skrifa ég þetta niður? Hvað skrifaðu? Ég tók bara svona bestu úr dótinu. Já. Og ég skrifaði það niður sjálf. Já. Og ég skrifaði hérna, hvað er að reitspita? Hvernig fattaði ég ekki að það væri ekki? Já. Afsakið þetta. Já, að segja við kallmenn, ef þú getur vaxið heillu skeggrót, myndur raka einhvern veginn sérstakt. Ef þú getur grow a beard, hvernig myndur raka? Myndur gera goatee? Já, hvernig myndur hafa skeggi ef þú væri með það? Ef þú getur. Ég get ímyndum að þetta sér reitspeit, já. Þetta er ljótt. Er ekki smá reitspeit líka, þú veist, við konur eitthvað svona, hvað er það? Það er eitthvað með hár og verður með rass og eitthvað þannig. Eitthvað svona, þegar þau tökur svona útlit eins og við kalla á hárlínuna og... Já. Ef Bensi segir þessi með lítinn rass, þá er ég bara... Já. Móðguð, skilur við. Já. Það er alveg smá reitspeit. Já. Eða línan rass. Ég get ímyndu bara það sér reitspeit. Já. Það er bara fita, það er ekki vöðvi í þessu. Já, það var leiðilegt, sko. Ok, root. Já. Það er samt ánað með, en þú veist, root. Já. Það var ljótt, já. Alls konar svona. Já. Þú verður bara, þarfst ekki að fara í þessa aðgerð, þá verður maður bara, hei. Það var nú bara ljótt. Já, það er ljótt. Maður má ekki segja neitt. Munum það bara, maður má ekki segja neitt nema manneskjan getur breytt í að staðnum. Einmitt. Það er hárrétt hjá þér. Það hengi. Þú mátt ekki, já. Annað er bara ljótt. Já, en þú veist, nema þú sért ekki að meina og þarf bara að reitspeita eitthvað. Já. Stundum þarf maður bara að reitspeita. Stundum þarf að gera það. Já. Það kemur alveg fyrir. Já, það gerist það. Já. Ég heyri svo illa þér. Ég heyri rosalega illa þér. Já. Ég var slökk á viftunum, já. Já, þá munum við línast niður, en það verður að hafa það. Við erum búin að vera dulað með þetta í gangi. Já.
En ég fá líka bara innilokanakennd. Ég að deyja, mér líður hans illa, sko. En ég svo spennt að sjá hvað Halloween-búningum þið ætlaði að vera í. Já. Og ég finn ekki takkandi að slökka þessu. Hvað mér líður peaceful núna. Það ekkert hljóð. Já, ok, spennt. The peace and quiet. Jesus, læti í þessu. Það nefnilega ógeðslega mikið læti. Það er bara erfitt að heyri þér, sko. Ég þarf eiginlega að fæða mig í gegnum þennan orm. Hvað sagði? Já, sorry. Þú var að detta. Nei. Ég gæti ekki hjálpa þér, ég ekki með hendur. Nei, en Vá. Það bara, við vorum alvöru beitur. Já. Alvöru reitsbeita, Vá, hvað mikil þögn hérna. Nei, ég er í sjokki. Hvað mikið læti í þessu? Ég vona að þessi búningur reitsbeitaði mér smá. Ég sammála, ég hatur að búning. Sko, þið skilja ekki, þegar vorum kúkaðir. No. En svona, þegar ég er svo gæi, þegar einhver kona reitsbeitar hann. Já, hann er að línast upp. Hann er að síga niður. Já. Línast upp. Ég er bara lítið rækja. Línast niður. Nei, hvað var ég að fara að segja? Ég veit ekki. Jú, þegar við vorum kúkaðir, þá sko áttu að vera með svona, þá var ekki eins og gat fyrir haustnum. Nei, við þurfum að klippa hann. En þú veist, það var svona auðveldra að vera í, því að hann einhvern veginn satt, skilur, hann þurfti ekki að vera jafn hendur líka. Já, hann þurfti ekki að vera jafn uppblásin. Já, rétt. Þessi með svo stóran haus. Já. Við hefum kannski átt að gera hina útfærsluna. Já, vera með, já. Ég held að sjá þetta ekki lengur í mig. Nei, örugglega ekki. En við erum bara ógeðslega spenntar fyrir Halloween. Já, Happy Halloween! Happy Halloween, you guys! Og bara ógeðslega spenntar að sjá búningan ykkar. Já, endilega sendið okkur búningan ykkar. Já, en svo fyrst og fremst erum við bara spenntar að sjá okkur lögðan. Já! Oh my god, það sýnast í þátturinn að vera að sjá okkur svona. Oh my god. Þannig að ef ykkur vinkon ykkar eða vinur er ekki búin að kaupa með það, now is your last chance. Now is your last chance. Við getum sagt það að sýningin verður störtluð. Of course. It's us. It's us. We go all in. Þetta verður amazing. Myndu segja að við förum all in. Það eru við týpur. Við setjum inn í ormabúningum með einhverjar augabrúnir. Ég myndi segja. So. Þetta er 3. búningurinn. Þetta er 3. Já, þannig að já. I would say so. We go all in, baby. We go all in, baby. Þannig að við sjáumst 1. nóvember í Háskólabíó. Sjáumst á, besties. Love you. Bye.